Já, góðan daginn og komið sæl. Núverandi hagvaxtarskeið nú á sínu 7. aldursári. Efnahagsbatinn byrjaði árið 2011 þegar landsframleiðslan jókst 2% eftir að hafa dregið saman rúmlega 10% á árunum 2009 og 2010. Efnahagsbatinn fór hægt af stað til að byrja með og var nokkuð brokkgengur. Því árið 2012 mældist hagvöxtur aðeins rúmlega 1% og svo rokkaði hann upp og niður milli ríflega 4% og tæplega 2% næstu árin þar á eftir. Árið 2015 hafði hagkerfið endurheimt framleiðslutapið í kjölfar bankahrunsins og í lok árs var landsframleiðslan tæplega 3% meiri en fyrri toppur frá árinu 2008. Aðlögun efnahagslífsins átti sér einkum stað í gegnum gríðarlegan samdrátt í fjárfestingu og einkaneyslu. Það ekki fyrr en 2011 sem þessi liðir taka að vaxa á ný, en undanfarin 2 ár hefur fjárfesting verið megin drifkraftur hagvaxtar ásamt hóflegum vexti einkaneyslu. Heilt yfir staða efnahagsmála hér á landi með hagstæðasta móti þessar mundir. Landsframleiðslan jókst 4,1% á fyrri helmingi ársins samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar. Við gerum ráð fyrir að þær tölur eigi eftir að verða endurskoðaðar upp á við, auk þess sem hagvöxturinn á seinni helmingi ársins verði töluvert kröftugri en á þeim fyrri. Við spáum því að hagvöxturinn á þessu ári verði því ríflega 6%. Við reiknum með áframhaldandi kröftugum hagvexti út spátímabilið, 5,5% á næsta ári, 4% árið 2018 og ríflega 3% vexti árið 2019. Framan af spátímabilinu verður vöxturinn drifinn áfram á kröftugum vexti einkaneyslu og mikilli aukningu fjárfestingar. Við reiknum með að einkaneysla vaxi samfellt allt tímabilið en smá saman dragi úr aukningu fjárfestingar á næstu árum og hún dragist lítillega saman í lok spátímabilsins. Á seinni hluta spátímans gerum við ráð fyrir jákvæðu framlagi utanríkisviðskipta til hagvaxtar í ljósi þess að það hægist á innflutningi samfara minni vexti fjárfestingar. Einkaneysla það helmingur landsframleiðslunnar og því hefur þróun hennar mikil áhrif á hagvaxtarhorfur. Flestir þættir sem hafa áhrif á þróun einkaneyslu eru með hagstæðasta móti þessar mundir. Landsmönnum fjölgar það bil 1% á ári, atvinnuleysi lágt og störfum fjölgar. Kaupmáttur launa hefur aukist mikið og íbúðaverð hefur hækkað mikið, en það hefur jafnan jákvæð auðs áhrif í för með sér sem örvar einkaneyslu. Breytingar á einkaneyslu og kortaveltu hafa haldist í hendur í gegnum tíðina, enda eru greiðslukort langalgengasti greiðslumáti heimila. Fyrstu 9 mánuði ársins jókst velta innlendra korta í verslun innanlands tæplega 9% raunvirði milli ára. Kortavelta erlendis jókst hins vegar mun meira á sama tíma rúmlega 28% og því jókst kortavelta innlendra aðila alls 11,5% milli ára. Þetta nokkuð góð vísbending að vöxtur einkaneyslu á síðari helmingi ársins verði áfram kröftugur. Í lok júní námu skuldir heimila 81% af landsframleiðslu og höfðu þær lækkað 1,2% af raunvirði á fyrri hluta ársins. Að jafnaði hefur niðurgreiðsla skulda fyrir tilstilli séreignarsparnaðarleiðarinnar numið 1,2 milljarði á mánuði og því má gera ráð fyrir að húsnæðislán lækki allt að 18 milljarða til viðbótar til ársloka 2017 séreignarsparnaðarleiðinni lýkur. Þegar skuldir heimila í heild eru skoðaðar í hlutfalli við ráðstöfunartekjur eru þær 156% af áætluðum ráðstöfunartekjum yfir árið. Þetta hlutfall hefur lækkað hratt síðustu ár eða 94% stig frá árinu 2010. Skýrist lækkunin bæði af lækkun skulda og verulegri hækkun ráðstöfunartekna. Skuldir íslenskra heimila eru nú næst lægstar á Norðurlöndunum á eftir finnskum heimilum, en þetta mikill viðsnúningur þar sem langt skeið voru það einungis dönsk heimili sem voru skuldsettari á Norðurlöndunum en þau íslensku á þennan mælikvarða. En það ekki bara íbúðalán heimilanna sem hafa lækkað, þróunin á yfirdráttar- og greiðslukortaskuldum landsmanna sýna einnig merki aukna ráðdeild.
Í lok september námu yfirdráttarlán og greiðslukortaskuldir einstaklinga 78 milljörðum króna og hafðu lækkað tæpa 26 milljarða frá apríl 2012, eða fjórðung mælt á föstu verðlagi. Það er því ekkert sem bendir til þess að aukin einkaneysla síðustu misseri sé knúin áfram af aukinni skuldsetningu. Á fyrri helmingi ársins jókst einkaneysla 7,7% samkvæmt bráðabirgðatölum Hagstofunnar. Við gerum ráð fyrir að vöxturinn verði enn kröftugri á síðara helmingi ársins og einkaneysla aukist ríflega 8% á árinu í heild. Verði þetta niðurstaðan verði vöxtur einkaneyslu árið 2016 sá mesti frá árinu 2005 þegar einkaneyslan jókst 12% milli ára. Á þessu ári jafnframt útlit fyrir einkaneysla að fari upp fyrir fyrri hápunkt sem var árið 2007 og það er því fyrst nú sem að samdráttur einkaneyslu árið 2008 til 2010 hefur verið unnin upp. En hins vegar á sama tíma hefur íbúðum fjölgað 8% og því hefur einkaneysla á mann ekki náð fyrir hágildi. Á næsta ári er útlit fyrir aðeins hægist á vexti einkaneyslu en hann verði engu að síður kröftugur eða 6,5% og við reiknum svo með áframhaldandi vexti á seinni hluta spátímans 4,5% árið 2018 og 3,7% árið 2019. En er þessi mikli vöxtur sjálfbær? Það er hægt að nálgast svarið frá nokkur sjónarhornum. Líklegast er besti mælikvarðinn á sjálfbærni útgjalda til neyslu hvernig þau þróast með tilliti til tekna, en einnig er gagnlegt að skoða sögulega þróun einkaneyslunar í heild í samhengi við verðmætasköpun í hagkerfinu á hverjum tíma. Á árunum 2011 til 2015 jókst einkaneyslan 10,5% að raungildi, en á sama tíma hækkaði kaupmáttur launa 16,6%. Það er því ljóst að með við þennan lykilmælikvarða hafa heimilin ekki að jafnaði ekki eytt efni fram í neyslu á síðustu árum. Horft fram á við þá gerir spáir ráð fyrir því að einkaneyslan aukist tæplega 21% á tímabilinu 2016 til 2019, en á sama tíma gerir spá okkar ráð fyrir að kaupmáttur launa hækki ríflega 22%. Þrátt fyrir að samdráttur einkaneyslu í kjölfar bankahrunsins hafi verið bæði meiri og langvinnari en í fyrri samdráttarskeiðum, þá hefur einkaneyslan tekið mun hægar við sér nú en eftir fyrri samdráttarskeið. Þegar nálega 6 ár eru liðin frá því að efnahagsbatinn hófst, hefur einkaneysla aukist að meðaltali 2,5% á ári, en á fyrri hagvaxtarskeiðum frá árinu 1980 jókst einkaneysla að jafnaði 6-8% árlega. Það sem af við þessu hagvaxtarskeiði er vöxtur einkaneyslu því mun hófsamari en á fyrri hagvaxtarskeiðum. Gangi þjóðhagsspá Hagfræðideildar eftir mun einkaneysla aukast að jafnaði 5,5% á spátímabilinu og verður núverandi vaxtarskeið einkaneyslu þá að minnsta kosti 9 ár, sem verður þá lengsta samfellda tímabil vaxandi einkaneyslu frá stofnun lýðveldisins. Jafnframt verður meðalvöxtur einkaneyslu 4% á tímabilinu í heild, sem er talsvert langt undir meðalvexti einkaneyslu á hagvaxtartímum síðustu áratuga. Heildarfjármunamyndun skiptist í atvinnuvegafjárfestingu, íbúðafjárfestingu og opinbera fjárfestingu. Fyrstnefndi liðurinn er umtalsvert stærri en hinir tveir samanlagt og því markast fjármunamyndun á spátímabilinu að miklu leyti af því hvernig atvinnuvegafjárfesting þróast. Spá Hagfræðideildar gerir ráð fyrir að fjármunamyndun í heild aukist heil 20% á þessu ári og að vöxturinn verða langmestu leyti drifinn af aukinni atvinnuvegafjárfestingu. Á næsta ári er einnig gert ráð fyrir kröftugum vexti eða rétt tæplega 12%, en svo hægi verulega á vextinum á seinni hluta spátímans eftir að stærsti kúfurinn í atvinnuvegafjárfestingu er yfirstaðinn. Íbúðafjárfesting hefur verið í mikilli lægð síðustu ár, en við gerum nú ráð fyrir að hún aukist verulega á spátímabilinu eða á bilinu 15-20% á ári og eins er gert ráð fyrir aukinni opinberri fjárfestingu allt spátímabilið. Fjárfesting í útflutningsgreinum hefur leitt vöxt atvinnuvegafjárfestingar síðustu ár og verður áfram áberandi á næstu árum og þá sérstaklega í ferðaþjónustu, sjávarútvegi og kísilframleiðslu. Mikil fjölgun ferðamanna á síðustu árum hefur kallað á aukna fjárfestingu í ferðaþjónustu. Á síðasta ári nam heildarfjárfesting í flugsamgöngum, flugvöllum og hótelum 36 milljónir króna, en til samanburðar var fjárfesting í þessum 3 greinum árið 2010 aðeins 4 milljarðar króna. Við gerum ráð fyrir
Við gerum áfram ráð fyrir miklu vexti í þessum greinum á næstu árum. Meðal annars gert ráð fyrir talsverðri fjárfestingu í flugvélum á næstu árum og útlitið fyrir áframhaldandi uppbyggingu á flugstöðinni í Keflavík og eins framkvæmdir nú hafnar við uppbyggingu nýs hótels hér á Hörpureitnum sem líklega verður dýrasta hótelframkvæmd sem ráðist hefur í hér á landi. Heildarskuldir íslenskra fyrirtækja námu 89% af vergri landsframleiðslu í lok annars ársfjórðungs og hafa þær ekki mælst lægri mjög langt skeið. Skuldirnar náðu hámarki í 264% af landsframleiðslu á þriðja ársfjórðungi 2008 en síðan þá hafa það dregist stöðugt saman. Lækkun skulda hefur átt sinn þátt í að eiginfjárhlutdeild fyrirtækja hefur batnað mikið síðustu ár og líklega hefur það aldrei verið jafn hátt. Hlutfallið var 37,5% í árslok 2014 en til samanburðar fór það niður um 10% árið 2008. Skuldsetning á mælikvarða undirliggjandi rekstrar hefur einnig lækkað töluvert á síðustu árum. Þannig var hlutfall langtímaskulda og EBITDA 5,8 í árslok 2014 en til samanburðar fór þetta hlutfall upp í 10,3 árið 2009. Aðstæður fyrirtækja til að ráðast í fjárfestingar eru almennt betri en þær hafa verið langa hríð. Skuldir eru lágar í sögulegu ljósi, eiginfjárstaðan hefur sjaldan verið betri og undirliggjandi rekstur hefur styrkst. Styrking krónunnar hefur jafnframt lækkað innflutningsverð fjárfestingavara og byggingarefnis. Fjárfestingastigið þessar mundir endurspeglar þessar góða aðstæður. Atvinnuvegafjárfesting jókst mjög kröftulega á fyrri hluta ársins eða alls 37%, en spá Hagfræðideildar gerir hins vegar ráð fyrir að aukningi verði 24% yfir árið í heild. Stærstan hluta aukningarinnar má rekja til almennar atvinnuvegafjárfestingar en stóriðjutengt fjárfesting leggur einnig lóð á vogarskálarnar. Á næsta ári spáum við tæplega 12% aukningu sem dreifist nokkuð jafnt á stóriðju, fiskiskip og almenna atvinnuvegafjárfestingu. Árið 2018-19 gerum við ráð fyrir að atvinnuvegafjárfestingi dragist saman þegar hápunktur stóriðjufjárfestingar verður að baki. Fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu hækkaði 9,4% árið 2015. Verðþróunin hefur verið með svipuðum hætti á þessu ári og nú í október var 12 mánaða hækkun húsnæðisverð 13,6% sem mesta árshækkun sem sést hefur allt frá árinu 2007. Flestar vísbendingar snúa í þá átt að verð fasteigna muni halda áfram að hækka. Það virðist til dæmis ljóst að framboð á húsnæði uppfyllir ekki þá eftirspurn sem fyrir hendi er. Miklar launahækkanir og hagstæð kaupmáttarþróun auka einnig þrýsting á fasteignamarkaði. Staða heimilanna hefur batnað mikið á undanförnu og skuldir hafa lækkað. Eiginfjárstaða batnað og veðhlutföll eru nú lægri en verið hefur lengi. Allir þessi þættir ýta undir áframhaldandi hækkun fasteignaverðs. Við spáum því að fasteignaverð hækki 10% á næsta ári og 8% árin 2018 og 19. Á fyrri ársreikningi 2016 jókst íbúðafjárfesting 17% með fyrra ár og þessi aukning kærkomin eftir langt tímabil þar sem eiginleg byggingarstarfsemi hefur verið mun minni en umræða byggingarstarfsemi. Frá miðju árið 2013 hefur íbúðaverð hækkað mun meira en byggingakostnaður. Það hefur því orðið sífellt hagstæðara að byggja á síðustu árum og staðan ekki slæm sé litið á langtíma samhengi þessara stærða. Í tengslu við kjarasamninga í maí 2015 gaf ríkisstjórnin út yfirlýsingu mikið átak til fjölgunar leiguíbúða og hafa verið sett lög til þess að styðja við þessa stefnumörkun. Í upphafi var stefnt að byggingu 2300 leiguíbúða á 4 árum. Ljóst þó að þau áform mun ekki ná fram að ganga en engu að síður virðist margt verið í gangi við að undirbúa byggingu félagslegra leiguíbúða. Í ljósi alls þessa spáir Hagfræðideild því að íbúðafjárfesting verður 69 milljarðar á árinu 2016 sem 18% aukning frá því í fyrra. Við reiknum svo með áframhaldandi kröftugum vexti eða 20% árið 2017 og 18 og 15% árið 2019. Gangi spáin eftir mun íbúðafjárfesting nema 4,3% af landsframleiðslu á árinu 2019 sem rétt fyrir ofan meðaltal síðustu 15 ára. Opinber fjárfesting jókst 3,7% í fyrra og 1,9% á fyrri helmingi árs 2016. Ríkisfjármálin í sérstakri stöðu þessa mánuðina, bæði vegna verulegra tekna frá stöðugleikaframlögunum
en einnig vegna þess að hefðbundin fjárlagavinna hefur tafist mikið vegna nýafstaðinna kosninga. Í nýjum lögum opinber fjármál fjallað samspil opinberra aðila og einkamarkaðar í þeim anda að þegar þensla ríki í hagkerfinu eins og nú skiptir tímasetning nýrra fjárfestinga máli hvað ábyrga hagstjórn varðar. Af samræðum stjórnmálamanna undanförnum má engu að síður ráða að vilji sé fyrir hendi til þess að bæta eitthvað úr þeim uppsafnaða vanda sem víða hefur orðið til í innviðum. Við teljum því að margt stefni í þá átt að opinberar fjárfestingar muni aukast töluvert á næstu árum en göngum út frá því spá okkar að hlutfall opinberar fjárfestingar af landsframleiðslu haldist undir 3% út spátímann. Við gerum ráð fyrir opinber fjárfesting aukist 2,5% ár en vöxturinn verði svo að jafnaði 4% ári út spátímann. Opinber fjárfesting mun því nema 2,7% af landsframleiðslu á árinu 2019 gangi spáin eftir. Samkvæmt tölum Hagstofunnar hefur samneysla á föstu verðlagi lækkað 2,1% frá árinu 2009 en þá var hlutfall samneyslu af landsframleiðslu í hámarki. Með mikinn þrýsting í umræðinu til dæmis heilbrigðismál má gera ráð fyrir að samneysla aukist nokkuð meira á næstu árum en verið hefur síðustu ár. Allar aðstæður eru ríkissjóði mjög hagstæðar þessar mundir og svo virðist sem ríkari vilji sé til þess að auka samneysluna. Hagfræðideild spáir því að samneysla aukist 1% á þessu ári og svo 2,5% ári út spátímann. Vöxturinn þó minni en sem nemur vexti landsframleiðslunnar og því verður samneyslan tæplega 22% af landsframleiðslu í lok spátímans sem mun lægra en verið hefur allt frá aldamótum. Eitt af megineinkennum núverandi hagvaxtarskeiðs mikill vöxtur útflutnings. Það hefur haft í för með sér að hlutfall útflutnings af landsframleiðslu hefur hækkað og hefur það aldrei verið hærra en á síðustu árum. Hlutfallið nam tæplega 54% í árslok 2015 en sögulegt meðaltal frá árinu 1980 rúmlega 38%. Við gerum ráð fyrir að ferðaþjónustan muni áfram draga útflutningsvagnin. Spá okkar gerir ráð fyrir að vöxtur útflutnings verði ríflega 9% á þessu ári en svo hægi á honum eftir því sem líður á spátímabilið og hann endi í tæplega 4% árið 2019. Spáin gerir ráð fyrir að fjöldi erlendra ferðamanna verði rúmlega 2,5 milljón árið 2019 en til samanburðar heimsóttu tæplega 1,3 milljónir ferðamanna Ísland í fyrra árið 2015 og fjöldi erlendra ferðamanna mun því nálægt tvöfaldast á næstu árum gangi spáin eftir. Ekki gert ráð fyrir miklum áhrifum af vexti annars útflutnings á næstu árum. Þannig verður framlag annars útflutnings en ferðaþjónustu til útflutningsvaxtar aðeins 0,2% á þessu ári og 0,3% á næsta ári. Framlag þessara greina mun síðan aðeins aukast á seinni helmingi spátímans sem skýrist einkum af auknum útflutningi kísilafurða þeirra kísilvera sem nú í uppbyggingu. Árið 2010, ári áður en uppsveiflan í ferðaþjónustu hófst, nam útflutningsverðmæti ferðaþjónustu 26% af samanlögðum útflutningstekjum ferðaþjónustu, sjávarútvegs og stóriðju. Á næsta ári gerum við ráð fyrir að útflutningsverðmæti ferðaþjónustu verði í fyrsta skipti meira en samanlagt verðmæti stóriðju og sjávarútvegs og að vægi ferðaþjónustu muni halda áfram að vaxa út spátímabilið. Áhrif greinarinnar á hagvaxtarþróun í framtíðinni muni því bara halda áfram að aukast. Vöxtur innflutnings helst að mestu leyti í hendur við þróun eftirspurnar í hagkerfinu og þá sérstaklega vöxt einkaneyslu og atvinnuvegafjárfestingar. Við gerum ráð fyrir að innflutningur vaxi 15% á þessu ári, 9,5% á næsta ári og áfram muni hægja á vextinum þar sem eftir lifir spátímabils og gerum ráð fyrir að hann verði 2,8% í árslok á árinu 2019. Gert ráð fyrir að afgangur af vöru- og þjónustuviðskiptum nemi ríflega 6% af landsframleiðslu á þessu ári og verði áfram jákvæður allt spátímabilið á bilinu 4,3 til 4,9%. Jafnframt gert ráð fyrir að viðskiptaafgangur í heild verði jákvæður allt spátímabilið en verði það bil helmingi lægri en jöfnuður vöru- og þjónustuviðskipta. Í lok árs 2008 þegar var hrein erlend staða þjóðarbúsins af frátöldum innlánastofnunum í slitameðferð neikvæð 79% af vergri landsframleiðslu. Árunum 2009 til 2015 var talsvert uppgreiðslur á erlendu skuldum
auk þess sem Seðlabankinn safnaði í gjaldeyrisforða með kaupum á markaði. Þetta var til þess að hrein staða að frátöldum innlánastofnunum í slitameðferð var í lok 3. ársfjórðungs 2015 orðin jákvæð 1% af landsframleiðslu. Samkvæmt mati Seðlabankans frá þeim tíma hefðu áhrif slitalánastofnana í slitameðferð á erlenda stöðu þjóðarbúsins verið neikvæð 38% af landsframleiðslu. Til þess kom þó ekki heldur var gengið frá nauðasamningum í lok árs 2015 þar sem kröfuhafar gáfu eftir hluta krafna sinna. Mitt ár 2016 var erlend staða þjóðarbúsins því nánast í jafnvægi. Þessi staða er einstök í hagsögu Íslands síðustu áratugi, en þegar staðan var sem verst námu erlendar skuldir þjóðarbúsins umfram eignir næstum tvöfaldri landsframleiðslu. Þetta er því gríðarlega jákvæð þróun sem rennir traustari stoðum undir íslenska hagkerfið. Krónan hefur styrkst af gjaldmiðlum allra helstu viðskiptalanda Íslands það sem af er ári. Í lok október hafði evran hækkað 12,5% á áramótum, bandaríkjadalur tæp 13% og sterlingspundið heil 28,5%. Gengisvísitalan hefur lækkað 13,2% á sama tíma. Raungengi krónar lækkaði nokkuð skart árið 2008. Sú lækkun hefur að miklu leyti gengið tilbaka en raungengið er þó enn 10% lægra en það var í lok árs 2007. Hækkun raungengis síðustu ár er sérstök að því leyti og hún hefur átt sér stað á sama tíma og töluverður afgangur hefur verið af viðskiptajöfnuði við útlönd. En halla á viðskiptajöfnuði hefur yfirleitt fylgt hækkandi raungengið hér á landi. Þetta bendir til þess að stór hluti hækkunar raungengis sé vegna breyttra grunnstoða í raunhagkerfinu, svo sem aukins útflutnings, en ekki eins og svo oft áður vegna ósjálfbærrar skuldasöfnunar. Okkar mat er því að jafnvægis raungengið hafi hækkað frá árunum fyrir 2008. Það skýrist bæði að mun hagstæðari erlendri skuldastöðu og af stór auknum og fjölbreyttari útflutningi en áður. Við teljum líklegt að nýtt jafnvægis raungengi liggi talsvert fyrir ofan langtíma meðaltali frá 1980 til 2008 og því er líklegt að það geti enn hækkað nokkuð áður en verulegs þrýstings gæti til lækkunar. Seðlabankinn hefur verið mjög virkur kaupandi á gjaldeyrismarkaði síðustu misseri. Yfirlýst markmið inngripanna hefur verið að jafna út skammtímasveiflu í genginu og byggja upp gjaldeyrisforða í undirbúningi fyrir afnám fjármagnshafta. Ásættanlegri forðastærð í þessum tilgangi hefur nú verið náð en Seðlabankinn hefur hins vegar ekki dregið úr gjaldeyriskaupunum. Í október keypti Seðlabankinn gjaldeyri fyrir tæpa 50 milljarða króna sem er það mesta sem bankinn hefur keypt á einu mánuði síðan hann hóf að safna gjaldeyri í byrjun árs 2014. Samhliða gjaldeyriskaupunum hefur gjaldeyrisforðinn blásið út og í lok október var forðinn 790 milljarða króna. Að frádregnum öllum erlendu skuldum Seðlabankans og ríkissjóðs í erlendu gjaldmiðlum var forðinn 537 milljarða króna í lok október. Styrking krónar gagnvart evrunni undanfarna mánuði er mun meiri og hraðari en gert var ráð fyrir í maíspá hagfræðideildar. Þá var evran í 140 krónum og við spáðum því að gengi myndi leita í 125 krónur í lok árs 2018. Skemmst er frá því að segja að öll þessi styrking er nú þegar komið fram og evran fór niður fyrir 125 í októbermánuði. Flest bendir því til þess að krónan mun halda áfram að styrkjast út spátímabilið en spá okkar gerir þó ráð fyrir hóflegri styrkingu og að verð evru verði nálægt 115 krónum í lok árs 2019. Gert er ráð fyrir að efnahagsbatinn í heimshagkerfinu haldi áfram á þessu ári og að vöxtur á heimsvísu verði rétt rúmlega 3% sem er svipaður vöxtur og í fyrra. Reiknað með að hagvöxtur auki smá saman á næstu árum og verði 3,5% árið 2019. Hagvöxturinn í þróuðum ríkjum verður það bil helmingi minni en fyrir heiminn í heild. Þetta er í sögulegu samhengi mjög lágur vöxtur, sérstaklega í ljósi lágs vaxtastigs og óhefðbundinna örvunaraðgerða Seðlabanka í mörgum þróuðum ríkjum tiltölulega langt skeið. Af helstu viðskiptalöndum Íslands er gert ráð fyrir þokkalegum hagvexti í Bandaríkjunum á spátímabilinu en töluvert lægri hagvexti á evrusvæðinu og
á Bretlandi. Vísbendingar að svokallaður langtíma leikni hagvöxtur í þróuðum ríkjum hafi lækkað, þrátt fyrir að flest þróuð ríki hafi nú endurheimt mest af framleiðslutapinu sem varð víðast í kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunnar árið 2008. Það voru fá dæmi að ríki hafi endurheimt sama vaxtarhraða og fyrir krísuna. Ástæða þessara þróunar liggur ekki fyrir en ýmsar kenningar eru að hennar sé meðal annars að leita í breytingum á líffræðilegum þáttum í þróuðum ríkjum, það að hlutfall íbúa á vinnualdri lækkar sífellt, auk þess sem framleiðni hefur aukist afar lítið síðustu ár þvert á væntingar. Önnur birtingarmynd þessara þróunar lækkun svokallaðra jafnvægis raunstýrivaxta, sem það raunstýrivaxtastig í hverju landi sem hvorki hvetjandi eða letjandi fyrir hagvöxt og verðbólgu. Þessi jafnvægisvextir hafa lækkað verulega frá aldamótum í flestum þróuðum ríkjum, svo sem Bandaríkjunum, Kanada, Bretlandi og evrusvæðinu. Árið 2007 voru þessi vextir á bilinu 2–2,5% í fyrrgreindu ríkjum, en í lok árs 2015 var áætlað að þeir hafi verið 1,5% í Kanada og Bretlandi, nálægt 0% í Bandaríkjunum og neikvæðir á evrusvæðinu. Það því ólíklegt að þessi vextir verði svo lágir alla framtíð, en fátt bendir þó til þess að þeir stefni aftur upp í átt að langtíma meðaltali á næstu árum. Þetta endurspeglast meðal annars í lágum framvirkum vöxtum í Evrópu og Bandaríkjunum, en þessi vextir endurspegla væntingar fjárfesta framtíðarþróun stýrivaxta. Verðbólga hefur nú verið undir verðbólgumarkmiðinu samfellt síðan í febrúar 2014. Verðbólga mældist 1,8% í október, 0,7% stigum undir verðbólgumarkmiði Seðlabanka Íslands. Ef horft fram hjá húsnæðislið vísitölunnar þá mælist 0,5% verðhjöðnun hér á landi. Undanfarna 12 mánuði hafa innfluttar vörur lækkað 3%, innlend þjónusta hefur hækkað 1,8%, innlendar vörur hækkað 1,3%, en húsnæðiskostnaður hefur hins vegar hækkað það 10% og því megin drifkraftur verðbólgunnar. Verðbólguálag á skuldabréfamarkaði til 5 ára var á bilinu 3–3,5% á fyrri hluta ársins, en í kjölfar stýrivaxtalækkunar í ágúst féll þetta álag niður fyrir 2,5% og hefur legið þar síðan. Væntingakönnun markaðsaðila segir svipaða sögu sem bendir til þess að langtíma markmið Seðlabankans kjölfestu verðbólguvæntingan nálægt verðbólgumarkmiðinu sé að nást. Útlit fyrir að verðbólgukúfurinn úr fyrri spá okkar í maí verði nokkuð lægri en við bjuggumst við. Fyrir því eru aðalega 4 ástæður. Í fyrsta lagi þá hefur krónan styrkst mun meira á þessu ári en við reiknum með í maí og útlit fyrir að hún verði mun sterkari á öllu spátímabilinu en við bjuggumst áður við. Í öðru lagi hafa launahækkanir ekki skilað sér inn í verðlag í sama mæli og við bjuggumst við. Í þriðja lagi bendir flest til þess að kjölfesta verðbólguvæntinga hafi styrkst og sé nálægt verðbólgumarkmiðinu sér í lagi til lengri tíma. Að lokum hefur innflutningur vinnuafls verið nokkuð meiri en áður var reiknað með, en það slær að einhverju leyti á launaskrið og dregur þannig úr þeim verðbólguþrýstingi sem óhjákvæmilega fylgir aukinni spennu í hagkerfinu. Í fyrri spá var útlit fyrir að verðbólgan færi hæst í 4,1% á spátímabilinu, en samkvæmt núverandi spá fer hún hæst í 3,2% mitt næsta ár. Við gerum hins vegar ráð fyrir að peningastefnunefndin ákveði að lækka vexti Seðlabankans 0,25% stig á síðasta fundi nefndarinnar í ár í desember og að útlánavextir verði því 5,75% og innlánsvextir 5% í lok árs. Gangi spáin eftir í aðalatriðum teljum við ólíklegt að peningastefnunefndin bregðist við með vaxtahækkunum þó verðbólgan fari tímabundið yfir verðbólgumarkmið. Líklegra að peningastefnunefndin ákveði að halda vöxtum óbreyttum í gegnum kúfinn, en árið 2019 dregur úr vexti innlendrar eftirspurnar á ný sem ætti að skapa svigrúm til þess að lækka stýrivexti að nýju. Spá Hagfræðideildar gerir ráð fyrir 4,6% meðalhagvexti á spátímabilinu sem töluvert meiri vöxtur en Seðlabanki sér í kortunum, en hann spáir 3,8% meðalhagvexti á sama tímabili. Spá Hagstofunnar gerir ráð fyrir sama meðalhagvexti.
Spárnar eru að öðru leyti nokkuð áþekkar hvað varðar samsetningu hagvaxtar á komandi árum. Það er að segja að hann verði borin uppi af vexti innlendrar eftirspurnar, einkaneyslu, fjárfestingu og samneyslu. Efnahagsspár eru ávallt háðar mikilli óvissu sem snýr að þróun fjölda innlendra og erlendra þátta. Helstu innlendu óvissuþættirnir snúa meðal annars að þróun ferðaþjónustunnar á komandi árum, en hún er enn tiltölulega ungur og óreyndur atvinnuvegur hér á landi. Gríðarlegur vöxtur síðustu ár vekur upp spurningar hvort þróunin sé sjálfbær og eins geta ætíð komið upp atburðir sem tímabundið gætu dregið úr komum erlendra ferðamanna. Jafnframt er óljóst hvort eða að hve miklu leyti styrking krónunnar munu hafa áhrif á komur ferðamanna til landsins. Gengi krónunnar er einnig án efa stærsti einstaki áhrifavaldurinn á verðbólguþróunina hérlendis. Styrkist krónan mikið umfram spána má gera ráð fyrir að svigrúm skapist til að lækka stýrivexti meira og fyrr en reiknaði með, en að sama skapi má reikna með meiri verðbólgu og hærri stýrivöxtum ef að krónan tekur upp að því að veikjast. Annar stór innlendur áhættuþáttur snýr að hagstjórninni. Hvað varðar ríkisfjármálin er alls óljóst hver stefna næstu ríkisstjórnar verður í ríkisfjármálum og eins reynir nú á ný hagstjórnartæki Seðlabankans í kjölfar slökunar á fjármagnshöftum. Að lokum er fjöldi erlendra þátta sem eru fyrir utan áhrifasvið íslenska hagkerfisins, svo sem óvissa varðandi stefnumörkun nýs forseta Bandaríkjanna, möguleg áhrif af Brexit, hagvaxtarþróun í Kína, stöðugleiki banka í Evrópu og þróun hrávöruverðs. Þetta eru allt þættir sem geta haft veruleg áhrif bæði á verðbólgu og efnahagshorfur hér á landi. Takk fyrir.